Hnýsan skólaþáttur nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þátturinn vinsæll hjá nemendum skólans en í þættinum eru sketsar og svipmyndir úr skólalífinu. Í gegnum árin hefur mikill metnaður verið lagður í þætti Hnýsunar eins og sjá má á þessum myndskeiðum. Framleiðendur Hnýsunar fengu aðstöðu hjá Víkufréttum til að taka upp sketsa í næsta skólaþátt sem verður sýndur síðar í mánuðinum. Við tókum púlsinn á þeim félögum eftir að tökum lauk. Segjum við strákar, hvað voruð það að gera hérna á skrifstofunni okkar? Við vorum að taka upp skets fyrir skólaþáttinn Hnýsuna, Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og ég reyna má ekki segja mikið frá en það voru þeir skrifstofugallar að ræða sín á milli. Og eru margir sem eru að leika í þessari mynd ykkar? Við erum að gera svona sketsa þannig að þetta verður svona sketsaþáttur eins og Steindin okkar og hann. Já, eitthvað í þá áttina þannig að jú, það eru svona meðaltali 2 til 5 manns í hverjum skets. Já, við erum 6 í heildina og síðan eru aukaleikarar. Og eru það út um allan bæi, eru það út um öll Suðurnes eða hvernig er það? Já, við förum í Reykjavík og hérna á Suðurnesjum að mestu. Já. Nú voru þið tveir að leika. Eru þið í fleiri sketsum en bara þessum? Já, við erum í nokkrum öðrum sketsum. Eru þið svolítið aðleikarar eða hvað? Marel, hann tekur á sig. Já, ég skal taka á mig þá. Og hvað heillar ykkur við að vera að leika í svona sketsum? Láta fólk hlæja, það ekki? Jú, eitthvað þannig. Athyglisíkin. Já, ekki það. Eru þið kannski allir með netta athyglisíki eða? Ég myndi segja það. Já, ég myndi segja það. Ekki Víglundur, ég bátt með það, hann bara bak myndaðalina. Restin, já. Og hvernig datt ykkur í hug að gera sketsa? Það hefur í rauninni verið svona áður fyrr. Þetta ekki fyrsta skipti sem þessi þáttur kemur út og já, þannig að bara svona haldi í hefðina. Fólk læra af þessu, vonandi. Og hvenær og hvar verður þetta sýnt? Það verður sýnt í Sambíónum 22. nóvember. Sem sagt, aðalega þá fyrir fólk úr FS en svo held ég að það er megi svo sem koma á sýninguna. Sko. Já, svo líka sett á neti líka. Já, svo verður það sett á YouTube eftir það.